Þá hingað kominn Sigurjón Magnús Egilsson, félagi minn og bróðir. Já. Þetta Sinir Egils. Við erum með svona eyju í Rauðaborðið, útibú. Já, sko. Þegar á Hringbraut sálugu, að þá var ég með vikulega þátt sem að ég kallaði Pressan og þá fékk ég fólk úr fjölmiðlum til að koma að ræða helstu mál. Það voru nú fleiri fjölmiðlar í gangi heldur en nú. Já, en það fjölmiðla fólk samt sko víða sko. Það svona, þetta þrengra, það rétt að þetta þrengra. Og en það bara svona gaman að taka þetta líka svolítið þaðan svona, þeir sem eru svona vön að vera að fjalla það sem í gangi. Já, þannig þú ætlar að fjalla svona fréttir vikuna svolítið. Já, svolítið, já. Það náttúrulega svo klikkaslega mikið að gerast. Sko bara núna í morgun þegar Ásgeir Jónsson hataði seðlabankastjóri, tróð sóknu voni bankastjóran í Kaupþingi sem var rokkinn að hveiti má ekki kosta meira en brauðið, það var alveg dýrt að endurfjármagna sig. Svo fyrsta sem seðlabankastjóri segir í morgun að það aldrei verið hagstæðra sko. Það sjaldan verið hagstæðra. Þannig að þetta svo að mörg að taka. Það mörg að taka í okkar samfélagi núna. Það pólitíkin alveg hreint galin. Og svo galin? Jó, svona sko vinstri grænir að fara að halda sinn aðalfund og það búið að leggja fram tillögu að slíta stjórnarsamstarfinu. Halla Gunnarsdóttir sem var hjá honum Birni áðan. Ein af þeim og það fleiri þarna, Einar Ólafsson skáld og einhverju fleiri. Já, svo kemur sko Svandís Svavarsdóttir og hún verður formaður og hún talar í vor. Þetta vissum það? Já, líka. Já, það fara allir. Ég hef alltaf sagt að hún myndi ekki bjóða sér fram eins og ég hef sagt það við í samtölunum okkar. Já, en ekki bara þrýstingur á hana svo mikill? Ég held að hafi verið að séu svona hópur í kringum Höllu sem ég veit ekki hvort það sé bara í kringum Höllu en Halla hluti af þeim hóp sem hafi eiginlega séð það að nú þyrfti eiginlega að vera svona hálfgerð hallabylting í VG. Það þyrfti fólki sem ekki studdist að ríkisstjórn að taka bara VG yfir og það var eiginlega eina leiðin til þess að halda áfram. Að það hafi kannski verið að þetta bara kenning, stundum bara að reyna að lesa í svona undirteksta eitthvað. Að þess Guðmundur Ingi var ekkert búinn að gefa út svar það hvort hann ætlaði að vera í formannin. En svo núna gefur hann svarið hann ætlaði að vera í varaformannin og þá kemur Svandís. Já, ekki formannin að þessu sinni, segir hann líka. Og þá segir hann, kannski þetta samkomulag við Svandísi og þá sé það bara forustan, ráðherrarnir og einhver svona hluti af þingflokknum sem ætla bara að verja vígið á móti því og hvað sterkasta liðið sem við getum stilt upp. Það Svandís, af því að það ekki víst að segjum að Halla eða einhver annar myndi bjóða sig fram til formanns á móti í landsfundi þar sem að þessi tillaga væri aðalmálið var þetta ríkisstjórnarsamstarf endurnýju ríkisstjórnarsamstarf 2021 var það rétt eða þá bara eftir að Katrín fór hefðu átt að slíta þá getur vel verið að til þess að Halla geti unnið mumma en ólíklega Svandísi. Þannig að það eitthvað svona. Ég miður bara að því vorum að tala að veikingu fjölmiðla, það vantar eiginlega fleiri svona stjórnmálaskýrendur og eitthvað fleiri sem að segja okkur svona einhverjar baksúr. Sem að hringja. Já, sem að hringja og hlusta sko. Já, og tala við marga. Kúlisar að það sitta saman. En flokksþingið endar 7. október. 7. október er náttúrulega merkilegu dagur í Íslandssögunni, það hrundagurinn. Það eru 16 ár frá hruni þegar þeir klára sitt. Sem kannski langu tími, kannski þetta stuttu tími, ég veit það ekki. Það er 16 ár frá hruni. Við verðum nú með þátt á að því að við verðum með þætti á sunnudum Sinir Egils, kannski tökum við eitthvað svona hrun pælingu inn í þann þátt. Því að sumir leiti að svona glíma hvað hruni var. Sunnudegi? 7. október? Já. Það var það líka ég byrjaði með sprengisand á þeim tíma bara í hruninu og náttúrulega sunnudegi og það var mjög mikið að gera mér vikurnar eftir. En þú sér þetta, já. Þannig að VG það svo náttúrulega merkileg könnun hjá MMR eða Maskinu það sem að fréttin var einhvern veginn nú tölfræðilegu munur á að Miðflokkurinn stærri heldur en Sjálfstæðisflokkurinn sem heldist bara í 13,4% komið niður fyrir 13,7 sem að Davíð Oddsson fékk
2016. Þannig að þetta alveg svakaleg. Og sagði ekki einhverju Viðreisn við allir fram úr Sjálfstæðisflokki. Ég skrifaði það og var að meina það og kannski stríða, ég veit ekki. Það skrifaði að ég spáði því að Viðreisn nái Sjálfstæðisflokknum í nóvember og Flokkur fólksins í febrúar. Að þá verði Sjálfstæðisflokkurinn komið undir alla þessa flokka sem að má eiginlega líta svo á að séu svona einhvers konar klofningur eða kannski þeir sem eru að kjósa Flokk fólksins, Miðflokkinn og Viðreisn eru svona kjósendur sem að kannski fyrir 30 árum voru kjósendur Sjálfstæðisflokks. En segðu mér hérna, ef þetta kemur nú kemur Gallup bara til fáa daga. Já, með eiginlega svipa tímabil. Já, og ef þetta svona, er aftur undir 14-15% með eitthvað slúðis, að þá hlýtur að vera ákallum það að formaðurinn víki og varaformaðurinn það ekki, ekki svona, já, ég held að eiga þau ekki verið tvíeiki sem á stjórnarflokknum, þannig að þá eru dagar Þórdísar líka taldir í pólitíkinni. Já, ég bara mér fannst hún hérna þegar hún kom hann á flokksráðsfundinum þegar Bjarni svolítið opnaði fyrir það að hann myndi hugsa sin gang og allt þetta. Svo kom hún með ræðu sem var eiginlega bara framboðsræða. Þannig að það var eins og hún bara litið svo á að nú þetta bara byrjað, nú bara barðan. Mér fannst það hérna að ef að forystan að bregðast þá þú veist, ég meina að varaforma að gangi upp og taki sæti formans þegar allt í góðu þegar bara eru kynslóðaskipti eða eitthvað en til þess að leysa vanda við manstu þegar Gordon Brown tók við að Tony Blair þegar Tony Blair var búin að missa allt traust Gordon Brown gæti ekki retta þessu hann var bara hluti af sömu arfleifðum Já. Bara nýr sendir í liðinu en sem bara færður í nýja stöðu. Svo held ég að sé eins og sást reyndar í varaformannskjörinu að hún fekk ekki glimrandi kosningu. Nei. Og ég bara heyrta svo mikið af svona sjálfstæðismönnum að það óánægja með hana. Það er engin fríður að hún sé einhvern veginn svona sjálfsagður arftaki í flokknum eins og með stundur láti með í umræðinu. Nei. Ja, ég sammála þér. Það bara þannig. Hún er tildulega litla inneign. Já, mjög sammála því. Og það er reyndar eitt gamalt mál sem að hún slapp allt og létt frá. Það var COVID-tímanu þegar hún fór með vinkonu sínum út að borða í boði einhvers fyrirtækis. Og hún sagði eftir á að hún hafi borgað fyrir sig sjálf. Og mér finnst það bara ekki duga. Hún á bara að geta sýnt það með bara útskipta af eigin vísakortinu. Já. Að sín eigin korti og eins líka, ég var einu sinni enda tuð út af því að var ráðarabíllinn með í för beið bílstjórinn út á meðan hún var á kendiríinu með vinkonu sínum. Eins og ráðherrar gera oft, ég man eins og var ég að vinna á veitingastað og þá beið ráðherrabíll landbúnaðaráður og þá Steingríms J. Sigfússonar fyrir utan á meðan hann var inni í fylliríi með starfsmönnum ráðuneytisins. Ég held að Karl Grey hafi verið hann út í 6 klukkutíma í bílnum. Að bíða eftir ráðurum. Þetta er náttúrulega, þetta er ekki framkoma við fólk. Nei. Ja, en svona verður fólk mjög fljótt þegar það er komið í þessa stöðu. Mál sem að, talandi sem hefur ekki fest á Þórdísi Kolbrúnu, er að þegar ákvörðunin var tekin inn í útlendingastofnun að veita flóttafólki frá Venezuela forgang, automatískt 4 ára dvalarleyfi og atvinnuleyfi. Þá var það á mjög stuttum tíma þegar Þórdís Kolbrún var dómsmálaráðherra. Já. Þannig að þetta gerist á hennar vakt sem að síðan sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að reyna að vinda ofan af. Þetta var eitthvað svona delirium hjá henni og Guðlaugi Þór. Guðlaugur Þór var þá utanríkisráðherra og besti vinur Pompeo og eitthvað svona. Og Íslendingar eina Evrópuþjóða fóru svona einhvern vagn með bandaríkjamönnum að mesti flóttamannavandi í heimi væri frá Venezuela og þetta var algjöran forgang sem aldrei hafi verið gert svo bara sambærilegt og gert í Úkraínu síðar. Og þetta gerist á hennar vakt. En því miður þótt að við höfum oft fjallað þetta og sagt þetta þá er bara eins og engin vilji í samfélaginu til þess að svona greina þetta mál. Því að ef þú hlusta síðan á sjálfstæðismennina og hvað þetta kosta síðan, ég ætla þetta hafi ekki verið ákvörðun upp á svona 70 milljarða.
Já, þetta bæði að opna dyrnar upp á gátt. Já, og loka svo. Já, loka svo. Það sem svar við á skaðanum sem að gerðist þetta opnaði. Og vísa fólkinu landi. Ég held að sé bara lágmarki 70 milljarðar. En svo kom líka fram, fólki frá Venezuela var, viljugast allra til að vinna hér. Þetta snýst ekki það hvort að þetta sé vont eða gott fólk. Nei, ég að segja, þau bjóðu velkonni og þau fóru að vinna. Svo vaknaðu upp eitthvað, nei, heyrðu og bara burtu með, það sé að segja. Fólk sem var kannski hvað fyrst að skjóta rótum. Já, eftir að koma í ljós hvað gerist, því að þessi 4 ár fara að renna út og þá, það er bara, þú fyrst bara leyfi til þess að vera í 4 ár. Þannig getur vel verið að svona stjórnvöld eða segjum að sé kannski bara sjálfstæðarflokkurinn, flokkur fólksins og miðflokkurinn við stjórnvöld. Það getur vel verið að það sé bara stemming fyrir að vísa þessu fólki öllu saman tilbaka. Já. Segjum að sé kannski bara samdráttur í íslensku samfélagi eða efnafli sem bara er ekkert svo ólíklegt af því að það er ég held þessi vaxtastefna sé að keyra Íslandi niður í einhverja svona samdráttartímabil og þá kannski verður atvinnuleysi og þá getur vel verið að stjórnvöld takið ákvörðun að þóttu að við sést búin að vera í 4 ár og börnin í skóla og allt saman að þá verður bara hent út. Góð vei. Já, það er komið ljós. Herðu, en ég ætla að fara að Já, ná í blaðamenn. Já. Þetta er klassískt form að tala fréttavikunar og samfélagsástand við blaðamenn og fólk sem á að hafa reynslu og innsýn til að greina. Já, kannski les blöðin öðruvísi eins og svona. Blaðið. Já, blaðið, já. Dagblaðið okkar. Já. Herðu, frábært að fá þig inn á miðvikudögum og ég ætla bara að færa mig og bjóða Sigurjóni að stýra umræðu fréttavikunar við blaðamenn eftir augnablik. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.